Við ætlum að núna að hringja til Bretlands þar sem hafa verið verkföll í allan vetur og mikil svona átök í samfélaginu, mótmæli og sprottin upp af lífskjarakrísunni sem að þar er. Og Guðmundur Auðunsson er okkar maður í London, blessaður Guðmundur. Þú skrifaði náttúrulega frétt inn á Samstöðuna í dag þar sem að kemur fram raunverulega svona árangurinn af verkföllunum og það var svolítið háar hækkanir, launahækkanir sem að nást í gegn. Hvað getur útskýrt hvernig það á því standi? Jú, það er allavega þeir samningarnir eru aðeins mismunandi langir, en það sem að er grundvallar þátturinn er það að allir samningarnir bæta fyrir verðbólguna og mun meira, sem er ólíkt því sem að maður kannski hefur orðið að vitnisvaldi á Íslandi. Þannig að verkalýðsfélögin er að sækja verðbólguna og sækja kjara bætur á sama tíma og nýta sér það að í Bretlandi, þó að hagvöxtur sé flatur hér og er tiltölulega lítill, allavega miðað við á Íslandi, þá er ágóði fyrirtækja hefur aldrei verið meiri, nákvæmlega eins og á Íslandi. Og þau eru að sækja sér þetta og verið með verkföll, svona sömuleyti skæruverkföll, sömum beinasta ákveðnum aðilum, en vitandi það að því að samningarnir er miklu dreifðar en á Íslandi. Það er að segja að þeir eru að semja mikið við ákveðna atvinnurekendur og tökum sér dæmi verkföll hafnarverkamanna í Liverpool að þegar þeim tekst að stoppa alveg gífurlega mikið með því að loka höfninni og að þeir sem reka höfnina, þetta eru oft einkafyrirtæki í Bretlandi sem eru að reka höfninar, að þeir í ákveðni desperasjón þegar að verkföllin, þau virka þannig að þau eru tilbúin sérstaklega í krafti þess að þessi flest þessara fyrirtækja eru að græða töluvert mikið og í kjölfar þess að þá eru þeir tilbúinir til þess að koma til samninga. Já, en jáfnframt þá eru verkafólkið tilbúið að fara í hart gagnvart þessu fyrirtækjum vitandi það að loka höfninni veldur því miklu meira tapi heldur en það að verða við kröfu þeirra. Nákvæmlega. Og svo eru það líka svona lykilstarfsmenn eins og fólk í lestarsamgöngum sem að þá bæði fólk á gólfi sem er að sjá þrifnað, sem er tiltölulega illa borgað, hafi helst það fólk sem hefur verið í verkföllum. Lestarstjórarnir sjálfir eru aðeins betri stöðu, þeir hafa betri kjör, en þessar lokanir gera það verkum að það eru þetta töluvert tap fyrir samfélagi. Vandamálið sem sum verkalýðsfélög er að fást við er það að ríkisstjórnin er komin í hálfgert stríð og þeir eru búin að til dæmis þegar kemur að lestarsamgöngum í London að þá er sveitafélögin hérna í Bretlandi eru eiginlega algjörlega háð fjármagni frá hinu opinbera. Þannig að þau eru þvinguð, þau geta ekki gert samningar launahækkun nema að fáist fjármagn frá hinu opinbera. Þannig er þeim haldið í spennitreyju. Þannig að en sum félögin hafa fundið peninga einmitt til þess að hjálpa lægslaunafólkinu, þess að sjá að safna saman rusli og koma því í veg og þetta eru auðvitað algjör lykilstörf og þess vegna hafa sum sveitafélögin verið að gera samninga en það strandar mest á ríkinu. Þetta eru einkafyrirtækin sem að sjá sér hag í því og mjög vel skipulögð verkföll hafa fengið það að samningaborðinu og líka þeir vita það að þeir eru með góðan gróða. En það er opinbera og sérstaklega ríki sem gengur erfiðast að semja við. Það er hérna að þú birtir þarna svona upplýsingar frá verkalýðsfélögum og þar er verið að tala hækkanir sem frá 18,5%, 19,5%, 24%, 28% upp í 44%. Þetta eru gríðarlegar hækkanir en líklega þá yfir langan tíma eða?
Þeir eru mismunandi langan tíma, en við erum samt ekki að tala, við erum ekki að tala um 5 ára samninga eða eitthvað slíkt. Við erum að tala um kannski 3 ára samninga sem 2 ára samninga. Þannig að það inni og þá eru oft, en það sem að líka gerir það verkum að þau eru í mjög veikri stöðu. Það að segja, verkafólk hefur hort á seinustu 10-15 árum, eða sérstaklega frá 2010 eftir Íhaldsflokkurinn komst í valda. Það merkilega var að launakjör heldust ágætlega fyrst eftir hrunið, en það upp á 2010 þegar þeir beita harkalum aðhaldsaðgerðum og til dæmis taka sinn dæmi þá var skorið niður til sveitafélaga á seinustu rúm 12 árum eða svo, hefur verið skorið niður fjármagn til sveitafélaga nær 50%, sem alveg svakalega tölur. Og þannig að það hefur verið skorið mikið niður. Þannig að launakjör bæði í opinbera geiranum og líka í einkageiranum hafa verið farið niður á við á þessum tíma. Þannig að mörgu leyti, og síðan frausaði þetta allt í COVID. Það var ekki gerðið neini samningar, þannig að, og svo kemur þetta verðbólguskot og á sama tíma nýta verkalýðsfélögin sér það að gróði fyrirtæki hefur aldrei verið meiri. Það er bara staðurinn. Þannig að þau eru að ná sér tilbaka ákveðnuleyti skerðing á launakjörum sem er búin að vera uppsafnaður. Þess vegna er þess að tölur svolítið hærri heldur en meðan á Íslandi til dæmis náðist fram gífuleg kjara bætur í lífskjarasamningum. Þeir voru ekki með neitt sem var líkt og þar. Þannig að þetta skýrir ákveðnuleyti þessar háu tölur. En eru þessar hækkanir sem er í þessu samningum sem þú ert að vísa til, eru þær, leggja þær línundar fyrir samninga hins opinbera? Ég vann til þessum áramótin og fyrir áramótin þegar var að stefna í mikil verkvöllin í NHS og fleiri ýmsa starfstöyti þar, að þá voru stjórnvöld að bjóða upp á 5% launahækkun í 10% verðbólgu. Já, og þeir eru ennþá, og þeir neituð. Það sem að gerist innan þessa geira er það að ríkisstjórnin setti á ákveðna kjara úrskurðarnefnd og suma verkalýðsfélögunum, sérstaklega þau sem hafa talist íhaldssamari eins og verkalýðsfélag hjúkrunarfræðinga, þau samþyktu og læknar til dæmis, þau samþykja það að vera inn í þessi kjaranefnd og þessi kjaranefnd hefur ákveðið kjörin. En þau hafa verið, og kjaranefndin hefur hennan ramma, hún hefur fjármagn sem er stendur til boða frá ríkinu og svo ákveðnar til dæmis leiðréttingar innan millistétta og uppsöfnaðu verðbólgu. En vandamálið er það að sérstaklega eftir að til dæmis heilbrigðisstarfsfólk, og þá erum við ekki bara að tala um hjúkrunarfræðinga og lækna, heldur líka fólki á gólfinu, alla sjúkraliðana til að sjá þrif og svo framvegis, voru búin að vinna myrkran á milli í COVID og skertum þegar kjörin þeirra hafðu verið að skerðast og þess vegna var það allt brjála þegar þessi, ríkið var að bjóða upp á 4% hækkanir og vildu bæta 1% við þetta hjúkrunarfræðingu sem eru búin að horfa upp á stórar kjaraskerðingar frá 2010. Þannig að þetta gerir það til dæmis að verkum að hjúkrunarfræðingar boðuðu verkfall í fyrsta skipti í 100 ár. Þetta voru talið svona með íhaldsamari verkalýðsfélögum. Þau voru gersamlega búin að fá nóg. Og ríkisstjórnin neitaði að semja, neitaði að ganga samningaborðinu. Fyrr en var komið mjög nálægt verkfalli, þá allt í einu samþykktu þeir að ræða við sjúkrunarfélag kjör. Þeir sögðu, við ætlum bara að ræða starfsumhverfi. Það var þeirra mantra. En þannig að ríkisstjórnin er allavega komin að borðinu, en það sem á eftir hugsanlega hjálpa þessu fólki er það að verkalýðsfélögin er að ná mjög góðum árangri gagnvart einkafyrirtækjunum. En samningar við opinberu stéttirnar, þeir eru eiginlega allir eftir og þar eru mikil átök, þar eru boðuð verkvöll, þar er ekki einhver svona verkvöll eiginlega, ekki kannski hvern einasta dag í Breitlandi, en það fer nærri því að það sé eitthvað í gangi svo til í hverju viku. Jú, það sem gerist stundum er það
að verkalýðsfélög, þau boða sko, verkföllin oft boðuð kannski 2 daga eða 48 stundir hérna. Með löngu fyrirvara, maður sé það að þið boða verkfall eftir 6 vikur í 2 daga. Það reyndar líka gerir það að verkum að það er mun strangari vinnulöggjöf hér og margir horfa til þess til dæmis á Íslandi að breyta þessu, það far vegna þess að verkalýðsfélög þurfa að fara í gegnum margar svona lykkjur til þess að komast til þess að geta boðuð verkfall og það með eru þeir boðuð með löngum fyrirvara og oft eru þeir boðuð með stuttan tíma og það er mjög sjaldgæft að sjá að menn var labbi bara út en það gerist, það kemur fyrir að menn labbi út og bara segja við förum ekki að vinna fyrir en að við erum búin að ná samningum eða fá alvöru viðtal við þá sem að viðsemjendur. En hvernig eru stjórnmálin, það er ennþá að grafast undan fylgi íhaldsflokksins, verkamannaflokkurinn stendur ágætlega í skoðanakönnunum en það er langt í kosningar. Það er langt í kosningar. Ég held að það þurfi nú ansi mikið að gerast að verkamannaflokkurinn vinni ekki næstu kosningar. Íhaldsflokkurinn er rjúkandi rúst. Þeir eru búin að gera sér það mikið sjálfur og þeir eru komnir í svona desperasjón. Sko. Það sem að pólitíkin er að snúast hérna núna er að setja sko dragons eða sko bara harkaleg lög á innflytjendur eða fólk sem er að sækja hæli og lögin gera eiginlega ráð fyrir því að fólk verið handtekið eða kemst til landsins og verið bannað að sækja hæli sem eru brot á alþjóðlega samlingum en það hafa dómstól að stoppa svipað dæmi áður og sko kaldhæðin er svo að fólk sem kemur frá sko Afganistan eða bara og þá er þetta jafnvel fólk sem voru að vinna fyrir breska herinn og svo framvið. Þetta fólk, það hefur engin aðra leið. Það er engin leið fyrir fólk sem er í Frakklandi til dæmis og vil komast til Bretland. Það er oft vegna tungumála þekkingar, til dæmis fólk sem kemur frá enskumælandi svæðum í Afríku. Það geta líka verið ættingjar sem þeir eru að reyna að sækja heim. Þannig að það er töluvert af fólki sem er í Frakklandi, vill ekki sækja þar, en vill sækja í Bretlandi, en það má það ekki. Það getur ekki sótt í Bretlandi hæli nema það komi til landsins. Og taka sem dæmi, ég var að sjá í fréttum áðan að 80% af fólki sem er að koma frá Súdan, þar sem annað svona lingua franca þeirra hefur verið enska, þetta komið ensk nýlenda, þannig að það sækir meira til Englands og endur eru fólk af súdansku uppruna miklu fleiri í Bretlandi. 80% af þeim sem koma hingað og hafa sótt hæli frá Súdan hafa fengið hæli. Þetta fólk getur ekki sótt það utan Bretlands. Og núna er sko stjórnin að segja það að já, ef þú kemur til landsins og sækir hæli, þá ertu lögbrotur og við ætlum aldrei að gefa þér hæli. Þú verður að fara í gegnum löglega leið, en það er engin löglega leið. Ástæðan fyrir því að sko ríkisstjórnin er svona upptekin af þessum er það að hún er að sko það er engin af fólki sem ég þekki eða umgengst, hvar sem það stendur í pólitíkinni er að tala þessa báta og innflytjendurnar sem eru að koma til landsins. Þetta er smá hópur íhaldssamar kjósenda sem er alveg brjálaðir yfir þessu og ríkisstjórnin er að reyna að búa til mála þessu. Það er engin að tala þetta til dæmis hérna í London, hvort sem að menn eru í stuðningsmenn íhaldsflokki eða ekki. Það er allir uppteknir af kostnaðinu við að lifa og að fólk er að horfa upp á það að sko kjör þeirra hafa snar versnað vegna þess ekki bara heildarverðbólga í kringu 10%, heldur sko orkukostnaðar sem við erum blessunarlega laus við á Íslandi hefur sko 5 til 8-faldast. En betur, Guðmundur, af hverju eru stjórnvöld þá að grípa til þessa aðgerða? Það hlýtur að vera til þess að styrkja fylgi sitt. Ekki eru þeir bara að tala inn í hóp sinna íhaldsamasta hóps íhaldsflokksins. Heldur hljótar að sjá það að þau eru að skora þá eitthvað hvað í norðurhéraðunum eða hvað? Sko, það er eitt sem að
sko ef þú skoða skoðanakannanir þá alveg góður hópur, jafnvel í norður héruna, þessu svo kallar rauða beltistegin gekk mjög vel, sem svona skeptískur á innflytjendur almennt, þeir voru að tala við það. Og þeir eru að reyna að hræra þetta upp og gera stórmál úr þessu vegna þess að þeir búast við því að reyna sko svona hvetja fólk til þess að fólki kaus íhaldsflokkinu út af Brexit seinast, fyrst og fremst. Og núna eru þeir búin að reyna að búa til annan mál til þess að ná í þessi atkvæði. Vandamáli sem þeir snúa að þeim, að þó að við getum sagt í ákveðnum kjördæmum, sé kannski sem að þeir eru að berjast við verkamannaflokkin, kannski 55% vilja stöðva innflytjendur eða taka hart á innflytjendum, að þá þetta sama fólk að berjast í bökkum. Og staðan einfaldlega svo að þó að íhaldsflokkur sé að reyna að gera þetta stórmáli, að það að geta ekki hita húsið sitt að eiga mat fyrir börnin sín vegur bara miklu meira núna heldur en þessi innflytjendur. En íhaldsflokkurinn ætlar ekki að laga lífskjarakrísuna, hann ætlar ekki að gera það ódýrar að hita húsnæðið. Þess vegna vill hann setja þetta mál á dagskrá í vonum að það verði kosið út frá þessu, að þegar verkamannaflokkurinn kemur til næstu þingkosninga þá geti íhaldsflokkurinn sakaðan að ætla að opna landið, svipað og kosningabaráttunar í Brexit voru, þess að voru myndir voru ekki Tyrkir sem áttu bara að flæða yfir hæðina og taka yfir England. Og Tyrklandi var ekki í Evrópubandalaginu. Það er ekki alltaf spurt á því, það er ekki að vera satt. Það er eiginlega verra ef að lygin er sönn. Þetta nákvæmlega það. Það er sko, eina leiðin til þess að ráðast gegn lífskjara skerðingunum sem hafa komið núna það að ríkið niðurgreiði haldi áfram og niðurgreiði meira til dæmis orkukosta og það töluvert mikið fjármagn til þess að hjálpa til með slíkt og það að hjálpa meira sveitafélögunum til þess að sjá þá sem verst eru staddir. Ríkisstjórnin ekki tilbúin að gera þær skattahækkanir sem auðvelt að gera á fyrirtæki og setja hvalrekaskatt á orkufyrirtæki sem eru búin að græða svakalega, þau eru ekki tilbúin að gera það vegna að þetta eru aðilarnir sem styðja best við baki á þessu. Þetta eru ólíkarkarnir sem toga í spottanum innan íhaldsflokksins. Og þá eru þeir í þeirri stöðu, annarkvort þeir verða að annarkvort verða stórhækka skuldir og það vilja þeir ekki gera vegna þess að þá getur markaðurinn farið til andskota. Það ætlaði þingmaður, hún ætlaði fyrrverandi forsætisráðherra Liz Truss, hún ætlaði stórlækka skatta sem hefur þótt grífulega hækkari skulda. Þannig að þeir eru að reyna að vera íhaldsamir af því. Það þýðir það að þeir get ekki veita kjör, almenningi þau kjör sem það þarf á að halda. Og þess vegna verið alltaf að búa til þessi mál út úr innflyttingum. Brexit var annað mál sem var svona verið að veifa framan í. Vegna þess að skoðanakannanirnar sýna það ákveðin sterkur hópur manna, sérstaklega utan London, sem skeptískur á innflytjendur, en ég held að þessi bara, ástæðan fyrir því að íhaldsflokkurinn ekki að uppskera út af þessum málum í skoðanakannanum, það að það bara önnur mál. Sko ef þú getur spurt sama einstakling sem ég vil stoppa, jafnvel sagt, ég vil stoppa innflytjendur algjörlega. En hvað mikilvægasta það mikilvægasta pólitíska máli? Nei, ég þarf að hafa efna því að hita húsið mitt og matinn á morgun. Herðu Guðmundur, takk fyrir að segja okkur frá pólitísku ástandi í Bretlandi og ekki síst góðum árangri af verkalýðsbaráttu og verkvöllum. Við ætlum núna... Takk fyrir, ég held áfram að fylgjast með. Það kæra þakki fyrir það. Nú ætlum við...